bara þegar maður búin að klúðra öllu, sko, bjó í einhverju hreysi, veist, útskoðaðra því að maður var búin að svíkja allt og alla skilur og maður bara, ég ætla bara að hengja mig, ekki nóg hugrakkur til þess að gera það, ég ætla bara að drepa mig með neyslu og endaði bara með því að ég var bara lamin, þannig að ok, þá kannski ég láti bara renna mér og þá var bara mesta blessin í lífinu, það lækkaði bara í manni rostan. Hvenær var þetta sem þú varst lamin og bjóst í hreysi og... Sko, það var þarna tímabili sem sagt, þetta gerist á einni viku hausti 2004, þá ég sem sagt handtekinn í tengslum við fíkniefnainnflutning með fólki sem var að flytja inn og ég missi þarna, ég var primetime útvarpsþátt á FM á hverjum einsta degi og ég var með vinsældalistan á Pop TV, ég var að skoða 10 milljón króna bíla og dýrari fyrir Ísland í dag og í skítamóral og trúpatórast og þá bara var orðin ógeðslega upptekinn af því, skilur, og að elta sem sagt það sem að fæðir egóið og auðvitað reyna náttúrulega bara að vinna fyrir mér en kunni ekki að setja mörk og var bara búin að ákeyra mig og einni viku þá bara fer þetta allt, bara mannorði, hjónabandi, hljómsveitin, ég hætti í hljómsveitin, ég hætti á FM, hætti í Pop TV, ég hætti bara öllu, dró mig bara í hlé og endaði bara einn í einhverjum skúr, sko. En svo ég, sko, ég man eftir í að ég bjó í Vogum við Vatnsleysuströnd, í húsi Anþórs Kristjáns Karlssonar og hann situr inn á Litlahrauni og hann hringir í mig og segir, Einar, og svona sem dæmi, sko, ég var meiri fangi úti í samfélaginu ófrjálseldur en hann var inn á Litlahrauni. Og hann sagði, Einar, ertu til að gera mér eitt greiða? Já, sjálfsögðu, sagði ég. Ertu til að hætta þessu krimmarugli? Og ég bara, hvað meinarum? Kalli, ógeðslega, bara, hann bara, Einar, bara, please, viltu gera það fyrir mig? Bara, þú ert allt of góður strákur til þess að vera í þessu kjaftaði. Bara, þitt hjartalag á ekki heima þarna. Viltu gera mér að greiða og hætta þessu? Og ég horfði bara á símann, samtalinu lauk og ég hætti bara að krimmast. Eru þið miklu vinnir eða? Við erum mjög góði kunningjar í dag en við hittumst ekkit eða neitt, sko, en þegar var bara, hann bara einn af þeim sem að hjálpaði mér óbóðslega mikið þegar ég var á sem mínum erfiðustu stöðum í lífinu og án þess að græða neitt á því eða þekkja mig að þá bara lagði hann til hjálp sem að bara hann hefði ekki þurft að gera. Spáði því að hann talar við þig, biður að hætta í þessu krimmarugli, Anþór af öllum, skilur, með hans orðspor og það hafi verið einn af þessum áhrifavöldum í þínu lífi, það er alveg útrúlega magna. Já, það bara, hann bara einn af þessu fólki sem hefur haft miklu meiri trú á mér heldur en ég sjálfur og vísa mér inn á rétta brautir. Og það var bara eins og þegar allir snýru við með bakinu, þegar ég var búin að snúa bakinu með öllum og var bara einn og yfirgefinn, þá kom út úr myrkrinu, kom á Fáfnis mótorhjóla klíkan, skilur, og tóku mig að sér. Og bara sýndu mér athygli og ást og umhyggju, sem að bara, þau græddi ekkert á. Ég meina, auðvitað, gaman að þekka einhvern frægan og allt það, skilur, en það bara, þau högnuðust alls ekkert á því að þekka mig, sko. Þannig að, ég hef verið blessaður með englum allstaðar. Já. Og öllum skúmaskotum bara. Já.